Komið í sælir kæra áhorfendur og verið velkomin í uppgjörsþátt úr 9. og síðustu umferð opna Íslandsmótsins í skák sem að framfór á Blönduósi síðustu daga. Ingvar, þetta var skemmtileg dagur hjá okkur. Þetta var mjög skemmtilegt. Við fengum dramatíska lokaumferð þar sem að ýmsar sviðsmyndir voru á lofti. Heldur betur. Og kannski á þess að spilla miklu, ef ekki bara svona taka þetta í ákveðin tímaröð og svona, vinda upp á fléttina sem að, fór fram inn í dag. Gerum það. Byrjum á efsta borði. Já, við erum með skák Ívan Sokolov og Alexander Domičuk Jónassonar. Alexander Domičuk var einn efstur með 6 hona vinning fyrir þessa skák. Óheppileg pörun að fá svart á Ívan Sokolov sem að einhvern veginn kom frá hlið í þessu móti. Já. Hann tók 2 yfirsetur og var ekki hópið efstu manna framan af. En kemur síðan á fullum krafti hérna í lokin og það má eiginlega kannski segja að Alexander hefði fengið skellin í þessari skáka því að byrjunarleikin er svona frekar. Já, byrjunarleikin á D4 sem að Surab Aspaparsjúli lék fyrir Ívan. Já, það var kannski skemmtilegt augnablik í upphafi skákarinnar að Surab átti að leika fyrsta leikinn og hann kom svona og spurði Ívan hvað hann átti að leika og Ívan sagði bara well, Surab, you know my move. You know my move. Og skemmtilegt augnablik, en D4 kemur ekki óvart og Alexander var með Tarasvörn planaði fyrir Já, hann teldi hratt hérna fyrsta leikina, við erum tilbúin í þetta afbrigði. Það er þetta afbrigði hérna með setup D4 sem hefur verið svona vinsælt síðustu misserum og menn hafa verið að tefla svona, hvað maður að segja, fyrir upp á jafna stöðu. Já. Það er eins og möguleikar hérna með drottning D4 og svona afbrigði sem skiptir upp á drottningum en Ívan velur að halda mönnunum inn á borðinu og drepa upp með rittara. Rittara D5, biskup D2, biskup B4 og G3. Það tók svo smá tíma hana áraleg G3. Hann gerði það og Alexander drepur hérna á C3 og harfa sig með biskupinu á E7 og eftir biskup G2 leikur hann E5 og rittaran bakkar hérna á C2. Ég held að þetta sé nú bara ennþá í fínu jafnvægi hér en svona í næstu leikjum þá missar Alexander aðeins taktinn í skákinni. Rittari síðan bara fínt, út með menn og allt það, en hérna fórum við að spyrja okkur, er ekki bara eðlilegast að hróka og gera það fyrst? Hróka og klára liðskipunina og hvíta peðastaðan er aðeins löskuð út af þessu peði en þetta býður samt upp ákveðna möguleika mál á bílinu. Ef ég maður rétt er þetta kallað Capablanca peðastaðan í ákveðnum afbrigðum. En þú veist, svartur bara út með mennina og áfram með skákina. Hvítur er aðeins á undan liðskipana en menn hvíts eru kannski ekkert svona, þeir standa ekkert eitthvað rosalega vel eða ógnandi. Þeir eru svona annar reytarauð, allir léttu mennir. Þannig að svartur ætti nú að geta bara hrókað og svona klára liðskipan með góðu móti. Hérna leikur sem sagt Alexander rittari A5 sem er kannski upphafið að þessum hremmingar sem maður lent í. Þetta er bara, byrjar einhvern veginn á vitleysu plani. Já, hann er vissulega að valda B-suppiðið sitt og kannski komið með fyrir eitthvað spil á drottningvagnum en þetta er ekki heppilegt og þetta er rittari E3, biskup E6, þá kom mjög sterkur leikur hérna við Ívani. Já, en Róni A2, C4-reitinu virkar veikur. Já. En þetta er leyst bara í einni svipan með C4. Já, þetta er skemmtilega hugmynd hjá honum og kannski taktísk hugmynd að baka þetta. Peðið er náttúrulega onni. Já. En hann þurfti aðeins að reikna ef peðið er tekið. Kæri vantar þessi leikur drottning A4 skáka það ekki? Jú, það er mjög líklegt hann hafi verið búinn að plana þetta með 200 hótunarrittarinn. Svartur verður þá að leika drottning D7 og hér gæti hvítur drepið á D7. Nei, það er með kónga þegar biskupið þarf að valda rittarann. Rittari drepið C4, biskup drepið C4 og þá hrókur drepið B7 skák. Og það er saman hver kóngurinn fer, hvítur á alltaf einhverja taktík með biskupina á G2. Sem dæmi, kóngur er 8, hrókur C7, töfum tótun á hrókur biskup. Þannig að þetta er hugmyndin og eftir C4 þá, ég sá það einhvern veginn á svipnum á Alexander að þetta var ekki alveg að fara í það átt sem hann hefði vonast eftir. Hann leikur hérna biskup D7 sem er svona ákveðin viðurkenning á eitthvað að fara úrskeiðs. Þetta er mission of the feet einhvern veginn. Já. Svo sleppti það aðeins. Stutt hrókun og biskup C6 og hérna kom mjög nákvæmur leikur hjá Ívan, kraftmikill. Hann er góður í svona stöðum, hann er einhvern veginn, þú veist, þetta er maður sem búinn að leika D4 alla sína tíð og nýtur sín vel í svona dýnamískum stöðum þar sem hann hefur frumkvæðið.
Það sama gerð líka móta Hannesi, fór það peði. Já. Svo allt í henni bara, maður hafði ekki trúið á þessu fyrst, svo lifnaði bara staðið. Já. Virki menn út allt og einmitt. Hann nýtti svo vel í svona. Hann leikur hérna mjög kraftmikluleika, riddari finnur 5 og hér einhvern veginn allt í skralli hjá svörtum. Við sjáum bara, þú veist, ef svartur hrókar þá hún í biskup á E7 og riddari á A5. Já, getur valið röðuna, skiptir ekki máli hvort þú tekur E7 eða A5. Já. Þú veist, í svona stöðum leitast svartur við að einfalda stöðuna, kannski ná að hróka og ná jafnvægi, en hann bara hefur ekki tími í það. Nei, einmitt. Þannig að hér það er eiginlega engin góða leikur í svörtu stöðunni. Alexander leikur skásta leiknum, hann dreipur hérna á C4. Það kemur biskup dreipur C6 og riddari dreipur G7 og svo þessi góða leikur hérna biskup H6. Já. Sem að pinna kónginn niður hérna á finnur 8 og eftir drottningaruppskiptin. Þá sjáum við að svartur er algjörlega klemtur niður. Já, vofir yfir þessi riddara fráskokk. Já. Og hérna, já, Alexander reyndi að loka B-línunni. Já. Riddari B6 valda D7 líka, þannig að þú veist, ok, hrókarnir komast ekki á 7. en A4 er sterkur leikur. Einmitt. Og já, þetta er eiginlega búið tafla eftir hrókur G8. Að þá kom hérna riddari E6. Og ég skal bara viðurkenna, ég sá ekki strax að þetta væri bara strax mát. Já, hann vinnur bara hrókina og allt í skralli. Einmitt. Þetta er bara mátið riddari C6, sko. Já. Það er eiginlega vest, sko. Þannig að gafst upp eftir riddari E6. Þannig að línur skýrðust mjög snemma. Alexander sem var efstur, hann tapar. Og það þýddi að glugginn opnaðist til Braga og Vigni. En áður við kíkjum á að þá var einn sem blandaði sér í baráttuna og það var Hannes Lífar. Einmitt. Hann var aðeins tilbaka, þurfti smá heppni. Hann þurfti að vinna og treysta á hagstæð úrslit. Og þetta var svona fyrsta breytan í þeirri jöfnu að Alexander þurfti að tapa. Þannig að nú getur Hannes náð að komast í aukakeppni, já, vinnur. Einmitt. Og Hannes hafði telt þess að Karl Vörn gegn Bárði Erni Birkisinni sem að hefur átt mjög góða sprett á mótinu og sýnt góða takta á síðustu messurum. Og við erum með stöðuna hérna eftir drottning B6 þar sem að Bárður kannski gætir ekki að sér og leikur hérna kongur A1. Já, fer hún, ok, svartur hún riddari C3. Já. En hérna er Hannes með ansi skemmtilega leik. Já, gaman að sjá Hannes svona á tánum í taktikinni. Það er svona eitthvað sem að ég verði að viðurkenna að ég hef pínu saknað á síðustu árum, en já. Hannes leikur hérna mjög flottum leik hérna biskup A3. Og hann byrjaði mótið mjög vel og það var fyrir áskáð kjörru þar sem hann var bara að vinna svona, halda frumkvæði og tefla skemmtilega og eða svona næra að fara aftur í það þarna. Þannig ég veit ekki að það er alveg verið skemmtilega sviðsmynd að Hannes hefur komið að hlið og unnið hann er alveg það skilið. Algjörlega. En biskup A3 skemmtilegur eins og bendur á þarna, ef hann tekur ekki með riddari C3. Já. Getur ekki valda drottninguna, bjarga drottningunni og valda máti. Þannig að Bárður neyðist þess að leika hérna C3. og þá kom önnur skemmtileg snúga. Já. Biskup dreipur D3 og hér sjáum við eftir drottning dreipur D3 þá fellur þetta peð á B2 með skelfilegum afleiðingum fyrir hvítan. Biskup dreipur B2, kongur B1. Þetta er svona einn möguleiki í stöðunni og eftir drottning B2 og svo riddari dreipur C3 skák. Já, hvítan var að gefa mikið lið hérna til að vera ekki mát. Það enda þetta með mátið eða drottningatapi, þannig að sjáum kongur E1 og drottning C1 klára dæmið. Þannig að eftir biskup dreipur D3 þá... Já, þessar taktísku aðgerðir, biskup A3 og biskup D3, þetta laði svona grunn að sérunum. Vinnur svona mikilvægt peð. Já. Og svona telta bara vel til það, getur bara að fara hrætt við sögu. Já, ég meina framhaldið í rauninni bara þægilegt fyrir hérna manni eins og Hannes Lífar. Eftir uppskipti á F5 þá hólar þessi riddari sig niður á E6. Já, smá mín taktík en skemmtileg. Já, einmitt. Tekur á B6, tekur F4, fer svo bara aftur á E6 og þessi riddari á E6 er algjört skrimsli. Bárður fórnar hrók til að reyna að hrista upp í þessu. Eðlilega, hann á engan aðra möguleika en Hannes bara hróka langt. Þetta er bara, já, svona desperation, eins og maður segir. Já. Höldum okkur úr slettunar. Hannes með öruggan kóng hérna og vinnur síðan bara peð á E3 og það var lokaleikurinn í skákinni, þannig að öruggur sigur í Hannesi og þarna var Hannes farin að setja pressu á bæði Vigni og Braga að sýna eitthvað í sínum skákum. Já, þannig að nú er bara staðan þannig, ef að ég Bragi eða Vigni ná að vinna með svörtu, þá er titillinn þeirra. Já. Við byrjum með Braga, hann hafði svart mútið í Ívarsveit sko. Já, athyglisvert að mörgu leyti þessi skák af því að
svona fyrirfram hefði maður haldið að það væri erfitt fyrir Braga að vinna þessi skák með svart á móti manni sem bara búinn að sýna góða takt í mótinu og með mjög traustan stíl, gefur ekkert mikil færi á sér. Maður svona aðeins sé meira á honum að því að náttúrulega maður sé einu og eina skák en svona í gegnum móta kannski fylgst maður meira með og það verið tefla svona mjög traust. Einmitt. Þannig að fyrsti leikinn E4 og Braga-leikurinn C5 og opinn sigurvörn og Braga-leikurinn G6 og þá að tefla drekaafbrigðið og mér svo sem á þessu augnabliki grunaði hvað var í vændum hjá Braga vegna þess að í mótinu hafði til dæmis fítumeistarinn Sigurbjörn Björnsson telt afbrigði í drekaafbrigðinu sem að hvað maður segja, nútímaleg hugmynd, ef svo má segja. Já, menn að kalla það ungverska dregan? Já, mig gruna á þessu augnabliki að Braga væri að fara að brydda upp á því. Okay. Mér finnst sko einn af styrkleikum Braga sem skákmanns, hann áða til að pikka upp hugmyndir svona on the spot og nýta þær bara strax, skilurðu. Hann svona, það einn af hans hæfileikum, hann getur svona pikkað upp hugmyndir og bara komið með framkvæmt strax. Þannig að hér leikur Braga í sem sagt H5. Já, þessi leikur H5, þetta ungverski dregin. Já, og eftir drottning D2, uppskipt á D4, að leikur Braga biskup H6, sem óvenjulegt svona fyrir augað. Það var vanlega sem biskup fari á G7. Þetta einu hugmyndum með H5 að hrókur á valda biskupinn, hún getur leikið biskup H6. Já, þannig að Íman bakkaði með biskupinn sinn og hér verður uppskipti og eftir skák á B5 þá leikur Braga kongur finnur 8. Þetta svona eina af þessum hugmyndum að kongur felur sig á F8 eða G7 ef hann þarf og svartur með traustan kongsvæng og hvítur ekki fána eina svona sjakkmatt attack eins og maður kallar þetta. Já, við sjáum að við erum með 12. leik og Bragi komin 5 sekundur undir byrjunartíman. Já, einmitt. Sem segir okkur að hann að tefla þetta hratt, örugglega og veit hvað hann að gera. Nákvæmlega. Og tilbúin í þetta. Ívan tefla bara fram til nokkuð svona traust. Já, ég held að Ívan hafi kannski ekki alveg svona verið klárið þetta. Nei, við sjáum á tímanum, hann komin í klukktíma. Hann munast má hann strax. Þannig að hann velur kannski ekki beittustu leiðina á móti en eftir hrókur C8 og hrókur A til 1-1 þá leikur Braga H4 og því var saman með H3 þetta. Á þessu augnabliki þá myndi þetta mig á skák sem að okkar hetja í íslensku skáklífi, Friðrik Ólafsson heitinn sem að lést fyrir árinu teldi í undirbúningi fyrir Ólympíuskákmótið í Varna 1962. Það er athyglisvert að fyrr í vetur þá fekk ég 2022. Já, 2022. Já, í COVID, ef ég maður rétt. Já, og fengum við símtal frá Friðriki þar sem hann var að svona fara yfir og rifja upp gamla skákir. Hann var að rifja upp gamla skák sem hann telt í undirbúningi fyrir Ólympíuskákmótið 1962 þegar íslenski hópurinn var á ferðalagi hérna Júgóslavíu. Og Friðrik hafði telt skák í drekanum þar sem hann leik snemma H5, H4 og átti möguleika að leika hrókur H5 og tvöfalda á C-línunni. Kom út með þarna og svo þarna. Koma frá hlið. Þannig að allt í einu poppaði þetta upp í kollinum mér og hér kannski möguleiki fyrir Braga að hann þarf eiginlega að reyna að setja press á Ívan í þessari skák. Hann þarf eiginlega að halda einhverjum möguleikum opnum. Hér kannski möguleiki til þess að... Já, kannski að þetta leiti í smiðið Friðriks okkar Ólafsson. Já, eftirlega. Leika bara hrókur H5. Breyta upp á þessu og halda kannski mörgum minn á borðinu. Braga leikur leik sem tæknilega séð besti leikur. Það ekkert aðeins, tölur alveg sattar sko. Já, en þessi leikur drottning C5 sem góður leikur heldur jafnvæginu gangandi í skákinni og það var erfitt fyrir Braga að hrista upp einhverja möguleika í þessu. Eftir uppskipti hér og svo drottninguruppskipti þá staðan ennþá í jafnvægi og manni fann samt eins og Bragi var að setja örlitla pressu í framhaldinu en það var erfitt að búa til einhverja vinningsmöguleika. Já, mér finnst eftir E5 að vinningsmöguleikar hvít séu mjög takmarkaðir. Þannig að eftir næstu leiki hér sjáum að... En Bragi tefldi vel. Virkilega vel, já. Ég gefur kreditina. Mjög vöndu tapmennska að Braga. Það aldrei vandræðum. Einmitt. Og svona, ef einhver er að pressa hérna, þá það svartur. Já. Þannig að í þessar stöðu hér þá verða þess uppskipt á hrókum og maður hafði svona tilfinningunni að þetta væri að fara í jafnteflisöfn. Ef til við smá pressa frá hálfu Braga, hann skákar hér og hér samanstæðan komin upp tvisvar og Bragi á þennan möguleika á að reyna að tefla áfram og reyna að vinna skákina og
Og hérna held ég að hann meti bara stöðuna sko. Úrslitin lágu fyrir í skákunum sem hann fór með. Já. Og hérna held ég að hann hafi bara litið á stöðuna hjá Vigni og haldið bara, já ok, ég held að þessi skák sé jafntefli. Ég tek jafntefli, ég ætla ekki að taka sensinn. Ég held að þetta hafi nákvæmlega rétt mat hjá honum á þeim tímapunkti. Vegna þess að á þessu augnabliki þá var staðan í skák Vignis í jafnvægi. Möguleikinn til að tefla áfram býður kannski ekki upp á mikið, kongur D6 eða eitthvað en hvítur hann að halda þessu. Þetta virðist ég held að þetta sé bara jafntefli. Ég var eitthvað að skoða með tölvuna á hann og hvítur leikur bara rittarinn fram og tilbaka í þeim og það er erfitt að gera eitthvað fyrir svart sko. Þannig að staðan er endingin hér og jafntefli samið. Og þá stóð Vigni Vatnar eftir með svart gegn Adam Ómarsson. Og ég held að væri við hæfi að við förum við bara yfir þá skák. Já, ég bara kíkja á hana. Og hann veit svo til að, komið sælir, við erum að fá góðan gest hérna í stúdíói. Það er Vigni Vatnar Stefánsson. Kannski hlýðum hérna til að þessu. Jú, velkomin í settið, já sælir. Já, komið sælir. Vignir. Við ætlum að fara yfir skákina inn í lokaumferðinu á Íslandsmótinu gegn Adam Ómarssoni og þú kannski segir okkur eldsnögt til að byrja með hvernig lagðir upp þessa skák? Já, ég svona lagði náttúrulega upp að ég ætlaði að vinna þessa skák en það er erfiðar að gera það en að segja það af því að Adam er bara, mér finnst að vera bara búinn að taka gríðarlega stökk sem skákmaður dálítið eða svona ég ætlaði að reyna að fá eitthvað almennilega á byrjuninni, mér finnst það kannski vera veikast í lekkrunum og svona hans að Þótti eina var í byrjun en það var bara eitthvað með æxlaðist ekki hannig þannig að já, þetta var bara hörku skák sko en stóð sér vel kjörlun. Ég kíkjum á það, G4, E6 Og hversu snýður við borðunum kannski? Já, finnst þér óþægt svart? Já, ég þengdi Ég er með svart. Ég vil sjá þetta mín megin sko. Það er ekki hægt. Jú, það er við því, flipbord. Hanna. Já, Ok, byrjum á bara eftir C4, þá leikur B6. Já. Ekki algjörgast leikurinn. Hvað er planið þarna? Hérna var planið, hérna var ég og aðstoðarmann Birkir Ísak búin að undirbúa E4 mjög vel. Eftir riddari C3, biskup B4 og E4. Þannig að hann hafði bara gert það hingað til. Að leika E4 í þessu stöðu? Já, og þetta var alveg tóm þvæla sko. Og ég er náttúrulega hæst ánægður með það og ég kann teóríuna vel og þetta. En það var svona smá bæði pirrandi að hann leiki E3 í stöðunni af því að þá svona fæ ég ekki undirbúin, ég hef með þetta aðeins undirbúin en ekki nóg mikið og hann fær svona stöðu sem hann er svona kann að tefla, þú veist, og hefur teflt lengi þannig að ég var að vonast eftir E4 í stöðunni. Ég fæ kannski skjóta inn í hérna Vignir, þetta minnir mér nú að skák sem þú teldir fyrir nokkur síðan, þar sem þú varst á höttunum eftir ef ég maður rétt þínum síðasta stórmyndaráfanga. Þar sem anstæðingurinn lék ef ég maður rétt riddari fyrir 3, biskup hérna 7, G3 og þú drafst hérna á F3. Já, það var stórmyndaráfangur með 2. Já, góða því. Gott ef ég skrifaði ekki grein um þetta mál í tímaritinu skák. Já. En þú ert að velja þessi byrjunarleiki til þess að fá upp svona ójafnvægi, er það ekki rétt? Algjörlega. Og reyna að svona fá svona einhvern veginn svona hraðun nims og indveri eitthvað. Þetta er mjög furðulegt sko. En E3 er náttúrulega bara gott að blessa. Ef ég leikir F6 hérna til þess þá er það bara komnir í komnir í nims og indversku vörn og ég svona það var ekki meiningin að fara að gera það þannig að ég sló hérna á C3 svo hann gæti ekki valdað með riddari E2 og núna var náttúrulega bara komið kallar mót. Hérna fór ég á nokkru leiki F3 og reynnaði og þá var þessi hugmynd að skáka H4 til að framkalla G3 framkalla smá veikleika í peðastöðunni, var þetta að segja það, já, og síðan róa tilbaka. Hérna enda mín þekking og mér leiði strax ekkert rosa vel af því að ég held að Adam kunni nú alveg að tefla svona stöður þokkalega sko. Þannig að ég var ekkert sérstaklega ánægður með hvernig þetta fór í byrjunni. E4, D6 og riddari Hannes 3. Getur útskýrt kannski aðeins þennan leik, hann virkar kannski skrítinn fyrir áhorfendur að fara með riddarann út á kant. Já, þetta er ekkert svo vitlaus leikur. Hugmyndin er að ég held að hugmyndin getur verið, riddarinn vill alltaf vera á E3 í þessum stöðum sem er bara eitthvað sem ég lærði daginn af því þá valdaru veikleika þér á C4 og þú ert með pressa á allt miðborðið og svona þannig að það gæti verið hugmynd að leika riddari F2, riddari G2 og setja riddarinn á, riddari F4, riddari G2 og riddari E3 til þess eða riddari F2 Já, þannig að ég svona reyndi að fara í áætlun til að stoppa það og leik hérna E5
Þetta er áhugavert, þetta er leynirreiturinn Nimsófinn. Það er leynirreiturinn í þessu stöð. Já, þetta er hérna, ég lærði þetta bara daginn, sko. Já, ok. Þetta er... Hún er alltaf að læra, það er gaman að skákina. Já, það er núna málið. Rittari finnur 2, já, rittari F6. Já, þú stoppar rittari G4 og biskup E2. Já. Þú hrókar hérna stutt og stutt hrókunni Adam. Já. Ég var svolítið að velta fyrir mér á þessum tímapunkti hvert planið þitt væri, hvort þú færir í svona, ef maður að segja, standard Nimsó planið að fara með rittaran hér og A5 og reyna að herja á þetta C4-peð, reyna að tvinna það saman við leika C5. Já. En þú velur að leika biskup A6 strax, er einhver sérstök ástæða fyrir þú velur þennan leik fremur en einhvern annan? Já, ég ætlaði fyrst að leika rittari C6, en þá fílaði ég ekki að drottning D2 kemi, gefum okkur eitthvað svona stöð, rittari C6, drottning D2, segjum bara rittari A5 þess vegna. Svona eitthvað svona staða sem leikur bara rittari D. Aha. Og fer á leynirreitin. Það er D2 til að rýma leynirreitin. Ég veit bara, eftir að ég skoða þetta daginn, ég var bara í alvöru, ég var bara rittarinn fyrir á E3 og þú hvítur alltaf með betra, ég sjáðu bara tölvan hérna. Hún er bara næstu farin að gefa +1 og það er ekkert plan á svartan ykkur af því að C4 er bara ónýttur. Já, þetta er lærfusvitt, skrifa þetta hjá okkur. Ég er að skrifa þetta hjá mér. Já, einmitt. Þannig að biskup A6, ok. Þannig að það var svona einhver hugmynd, hvað tölvan er þetta ennþá með drottning D2 ekki? Jú. Hún veit ennþá fara í leynirreitin bara hér. Já. Og þá hugsaði ég kannski að ég hef eitthvað ekstra möguleika að setja þetta D7 eða eitthvað, en mér leist ekkert, eins og ég segi, mér leist ekkert vel á stöðuna þetta. Sérstaklega ef það er sett rittarinn E3 þá bara, það er ekkert rosa hrifin að þessu, sko. Já. Ég hugsa að maður fara bara að tefla með hvítum og segja bara alltaf rittarinn E3. Já. Framhaldið var þess að D5 og þá leikur í C6 til að reyna að brjóta staðina þessu. Já. A4 og drottning C7. Já. Biskup A3, hrókur D8, valdar D6 peðið og eftir drottning D2 þá verða uppskipti hérna D5. Biskup fyrir E2 og rittari B til D7. Mér leiði svona allt til lagi hérna. Ég hugsaði að ég var aldrei með betra hérna en allir kallar mín að finna reyti og svona og hann getur alveg léttilega að fara að leika lélegum leikjum sem hann gerði náttúrulega ekki. En hann getur það eins og það. Er peðið á C3 eitrað í þessu aðstöðu? Já, ég vildi aldrei gera það á móti honum alltaf. Ég hugsaði alveg út í þetta en ég hugsaði að opna C-línuna og svona, þetta er frekar. Ég vildi bara fá okkar betra endatafl og reyna að taka þetta sipið þannig en... Já, einmitt. Ég var að viðurkenna þegar ég horfði á skákina, ég átti aldrei vonað að myndi taka þetta peðið en svona kannski áhugavert fyrir áhorfendur. Það er náttúrulega, ég var að fatta að það er náttúrulega bara beint eitrað af því að drottningdröfur C3, hrókur FC1 Já, drottning B3 og drottning B5, svo kemur rittarinn aldrei út Nei, það er líka bara onni á D6, ég var bara að tala núna Já, ég sá þetta ekki einu sinni, af því ég ætlaði aldrei að drepa en Mátborði, já Þetta er það eitrað peð Já, ok Þetta er baneitrað bara Ég ætlaði að segja, ég hefði giskað að hann hefði valla íhuga að taka það Já, hrókur C8, hrókur C1 og rittarinn harfa tilbaka. Já, ég vildi ekki, af því ég þarf ekki að ná rittar á C5 en ég get ekkert gert það strax og tekur það bara og ég á enga vinningsmöguleika þannig að ég ætlaði að fara eitthvað ótrúlega manúður eitthvað akkurat. Nota báða rittarana til að horfa á hann reit, þannig að eftir C4 kemur rittar eftir D7, kongur G2, rittar A6 og hrókur C3. Og hér má ég kannski segja að Adam sé bara stilla upp og segja show me, sko, hvað ætlar að gera? Já. Hvernig ætlar að brjóða sig gegn hana stórmeistarar skunkur og mér leiði dálítið hann ég var bara, ok, þú ert með þetta er góð punktur í aður, ég veit ekkert hvernig ég er að fara að vinna þetta Það er ekki að klárt að hvítur hefur ekki gert neinu mistök Ekki neitt, sko Það er að vera með svörtu og anstæðingur og bara gefur ekki færi á sér Já, hann er múin að tefla mjög vel hingað til, sko Þannig að þú leikur hérna þess að stöðu hrókur F8 ert svona kannski aðeins að hinta að leika mögulega F5 með eitthvað slíkt og Adam leikur F4 Já, ég var að vonast til að hann myndi bara leika G4 eða eitthvað tjöndin Já, veikið sig aðeins kannski Já, og bara, þú veist, vera eitthvað hræddu við F5 eða eitthvað en hann tekur bara slæginn, sko og sjálfsögðu þetta er besti leikurinn og ég var líka að vera að leika F4 og bara, hvernig ætlar hann að leika F4 þessi strákur hérna Það eru við síðan, sko Hann er bara komið í 2-2 og hvað núna, þetta er bara Hrókur E1 og rittar C5 og hér verða uppskipti á öllum léttumönnunum og eftir stendur með þungaværun inn á borðinu og hvernig var svona tilfinningin þessa stöð? Varstu bjartsýnn hérna? Já, hérna leið mér bara vel sko af því að
ég hugsa ég get náttúrulega eiginlega bara að vera með betra hérna. P-in orðin svona, jú, með meira pláss en þetta orðið bara veikingar út allt. Einmitt. Og mikilvægt var líka fyrir mig að ég reyndi að hafa jafntefli alltaf í bakpokunum. Ef allt fætt í fjandans, þá ég samt í úrslitakeppni. Nákvæmlega. Sérstaklega eftir aðeins sem tapað, þá kannski svolítið stilt hérna strategíun eftir því. Já, jú, algjörlega. Og það var mjög hentugt að fá það á hreint, sko. Adam leikur hérna á drottning F2 og þú leikur F6. Já, það er alltaf fáránlegur leikur. Já. Þetta eru mistökum í skákinni. Okay. Hérna er loksins komið sens á að fara að setja alvöru pressa á hann og drottning B4 er til dæmis mjög góður leikur hérna. Já. Og ég er að fara að taka peð og ég vinn peðið í stöðunni, það er ekki flóknar að það sko. Já. En ég var einhvern veginn samt ekkert svo hrifinn af þessu drottning D4 og kemur E5 og eitthvað svona, þannig að ég vissi ekkert, vildi ekkert lega svona, hugsaði, ég vinn strákinn í einhverju endatafli. Já. Og það var meiningin, en síðan kemur það að ljósa, það var bara þetta var að gerast, já, þannig að þetta var kolvillis ákvörðun af því að mér finnst að Adam vera mjög góður svona þegar kemur að svona frumkvæði og hafa drottningar á borðinu og eitthvað svona sóknir og eitthvað svona, en mér finnst það alltaf vera góður þar, en ég er einhvern veginn list vel á að fara bara í þetta endafl og leika F6, stoppa í F5 og hann tekur þarna drottninguna sem ég sátti með fyrst, en síðan fattaði ég bara svona hægt og rólega, bara já, heyrðu Vignir, hvað er þetta að gera? Af því að, jú, ég hóta C4, en hugmyndin mín var að ég er að vinna peðið sem er alveg rétt, en þótt ég vinni peðið þá eru miðbárspiðina svo sterk í þessu hróksatafli að hann er nú eiginlega bara ekki neitt með það sko. Kóngurinn komið út á borðið og miðbárspiðin sterk, þannig að já, möguleika hvíts eru alveg þolanlegir hérna. Eftir hrókur A5 kom hrókur A3 og Vignir leikur hérna. Þetta er samt skemmtileg taktík sko, B5. Bæði peðin eru leppuð á hrókana, þannig að hann vinnur peðið. Það málega er að ég bjóst ekki við hrókur A3 ef hann hefði leikið E5 í staðinn. Þá hef ég ekki verið að ég haft mjög erfitt að vinna þetta. Ég þarf að taka þetta tvisvar og þá kemur sem kongur E4 og jú, þessi tölvan segir að þetta sé betra á hvítan sko. Þetta er alveg vel sjúkt sko. Já, getur að vinna peður samt með verra. Kongurinn er svo góður, D-peði valda, komið langt. Já, við sjáum hér hvað hvít kongurinn er sterkur stiðið við D-peði. Já, þetta hefur verið erfitt. Snýst gæði sko, ekki magn. Þannig ég var mjög ánægður þegar leikur okkur A3 og ég held að B5 væri bara algjör negla það. Okkur hrókur B3, já. Og hérna eftir orðin peði yfir, en þetta er samt ekkert svo auðvelt. Nei, hérna hugsaði ég að fara nú að myndir það eitthvað með vinna þetta. Já, F5 brýtur upp peða með borðið eftir kongur E3 og uppskipti, þá kemur þetta hrókur C7, kongur D4 og hrókur C5. Já, og núna finnur hann bara einu leiðina til að halda sér í þessar skák sem var mér leiði ekkert alltaf vel þegar hann leik hrókur D af það og bara já, ok, hvernig ætlar að vinna það Vignir? Já. Af því ég er svolítið bara að fara að tapa D-spiðinu minn í þessu stöðum og þá er bara D-pið hans orðið mjög sterkt sko, þú veist. Þannig þetta er orðið heldur tæft, ég ákvað að skáka C4 og taka þetta peð þarna. Kongur eftir skákja, kongur E8. Já, fann alla bestu leikir, hrókur F2 og þetta akkurat framhaldi sem ég var bara ekki leika þessu Adam, please, ekki leika þessu. Já. Og hann leikur þessu og maður er bara svona að brotna niður sko að bara hvernig er hann að verjast þessu bara endalaust sko. Og núna er hann bara búinn að, staðan er bara hérna að ég tvempum yfir eins og staðan er núna en hann er bara svo ógeðslega aktífur og bara... Smá óþægilegt með sér. Já, ég get bara verið að lenda í einhverju rugli sko, þú veist. Já, ég veit. Þannig að ég svona sá ég gæti leikis, ég ætlaði fyrst að leika hrókur A1 í stöðunni en ákvað sem bara að leika C2. Okay. Og ég hugsaði að ég myndi hafa einhverja vinningsleysa með þessi 2 hotpeða á móti hápeðinu, þótt að það séu nú ekki miklir. Já, þú sást það sem þetta fyrir þér, það sem gerðist. Já. Vendar held ég að það eitthvað sé aðeins flóknara en... Hann leikur C2, Adam drepur og kongur F7, eftir hrókur C7, kongur E6, það var uppskipti hérna. Já. Skák á C7 og kongur drepur D6 og hrókur drepur G7. Þessi staða er fræðilegt jafntefli en það er svona smá möguleikar að búa til eitthvað vandræði. Já. Sko, ef ég næ sem H5, gefum að hvað er H5, A5 og hrókurinn er á 5. röðinni, þá held ég þessi bara með, allavega ef ekki unni þá allavega mjög góða unningslensa. Vesinn ég kemst bara ekki í það, af því hrókurinn hans er svo fullkomlega staðsettur. Já. Verða að leika H5, hrókurinn fyrir undir, ég höfði að leika þarna,
sem kom þarna, ég var bara, þetta alveg. Já, ég hugsaði til hérna stórmeistara í þessari stöðu sem frá Portúgal, Ingvar. Já. Veistu okkar Louis? Veistu hvað ég að tala um? Já. Sko, Louis Galego, stórmeistari frá Portúgal, hann var með þá tækni að ef hann lenti í hróksaðantöfli sem á jafntefli, þá bara hreyfði hann hrókin sinni í einhverja svona hringi þangað til hann vann. Þannig ég held að Vignar hafa svolítið leitaði hans skóla hér. Ég hugsaði það, sko. Já, ég hugsaði það, sko. Louis Galego, maður, já. Þýlíkumestari. Maður bara, ég bara prófa eitthvað og... og bara fórstu baka og... Hérna náttúrulega, sko, þú veist, hérna örugglega auðveldast í jafnteflið. Það sem þetta ná að gera bara leik Kongu B3. Kongu B3 hér, já. Já, ég held að, þú veist, þá verði ég að leika hrókur H4. Já. Hann tekur A7 Já. og ég tek á H2 en ég er alltof hægur í að reyna að gera neitt, sko. Það hefði bara verið mjög... Ég hefði reynt til eins mikið og ég geti en Já. það er þetta breyti ekki loka niðurstöðunni. En ég var mjög ánægður þegar hann leik Kongu C3. Þá skákar A3. Já, og hérna myndi ég alltaf hafa eitthvað betur útgáfu þessu. Já. Og Leifur fekk að leika H4 og sá ég hann leið illa. Og ég held að hann hefði mistað H4. Já, við sjáum bara fyrir áhendur hrókudreipur H4 gengur ekki út af skákinu A4 og hrókurinn fellur. Og þú nærða að skorða þetta peð á H3 og binda þetta peð hér. Algjörlega. Og í ákveðnum svona afbrigðum þar sem að hvíti þarf að fórna hróknum fyrir A-peðið þá er hvíti H-peðið ekki komin í þetta stað. Það skiptir máli. Já, algjörlega. Ég ætla að benda á eitt, sko, þegar 7 mennin á borðinu, það er til ákveðið sem heitir, já svona gagnagrunnur sem heitir table base. Og öll endartöfl með 7 menni að minna, þá er bara til sannleikur. Það er ekki svona hvítir með betra, það er bara hvítir með unnið eða jafntefli. Það er rétt, já. Þannig að þessi staða table base segir jafntefli. Já. En það eru praktíski sénsar og eins og Vigni segir, þú ánægður með að vera komin með hápeð svolítið svona langt upp borðið, þannig að hann lendir vandræðum. Já, hérna líka hérna kongur E4, ef hann skákar á H6 og bara skorða konginn af. Já. Jú, ég hefði reynt endalaust en mér líst ekkert rosalega vel á bleikuna hvernig ég næði að stríða honum, hefur kannski labbað með kongurinn G7 eða eitthvað en það er mjög, það hlýtur að vera miklu betra að skora með af en þegar hann leik kongur E4 þá hugsaði ég að hann væri að haldi svo alveg kolvitlaust. Ok, H3. Já, mjög ánægður með að fá að leika H3. Kongur F4. Já, ég held að kongur F4, verður reyndar að segja, ég held að kongur F4 var algjörlega tapsleikurinn. Ok. Ég held að kongur D4 var ennþá jafntefli. Já. En samt, þú ert farin að virkilega, þetta er orðið kannski erfitt núna að kannski halda þessu. Allavega miklu erfiðara en áður. Kongur F4 þá hugsaði ég nú, ok, núna fer ég bara með konginn minn upp og bara, áfram gakk. En hann á einhverja ótrúlega jafnteflisleið þarna Já, hér er bara einn leikur sem hefði jafntefli. Já. Og það er nokkið auðvelt að finna hann. Þó ég sá þetta þá hugsaði ég, ok, Vignir er kannski taka þetta af því að það er mjög erfitt að finna þennan leik. Já, einmitt. Eini jafnteflisleikurinn stöðunni er hrókur 1-7 með þeirri hugmynd að verjast með skákum hérna á E-línunni. Halda sér sem hróknum hér. Blanda skákum og setja á peði. Já, því svartur hrókurinn minn kemst ekki neitt, sko. Þú veist að ég verða að valda þetta peð á A7. Já. Og ef ég leika af því sem ég hef alltaf gert þá bara fer bara að skáka eftir línu. Þetta er mjög virkilega lærdómsríkt að Þetta er kannski ágætis dæmi og hvíti hrókurinn skákar endalaust og þetta minnir tölvört á Vancouver jafnteflisaðferðina sem fólk kannski þekkir úr hróksaðantöflum. En þú hafði sérst náð svona því sem þú hafði planað hér, þú var svona að setja það mikla press á hann að hér gera þetta mistök og leika kongur G4. Já. Og það gefur við færið að leika bara einfallega A5 og nú er svarta A-peðið bara óstöðandi. Já, og af því að H-peðið er komið svo langt fram og þá getur hann aldrei tekið af því að hann er bara alltaf hægur í að vekja drottningu sjálfur. Já. Hérna vissi ég að það væri... Já, hann er að halda á aldrei H-peðinu og íta A-peðinu með kongnum og þá, já. Já. Þá er þetta bara búið. En meiri segja er þetta ekkert sko, þú veist, ég það meiri segja líka við að vera svona nákvæmur hérna að leika. Ég ætlaði fyrst að leika hrókur B3 í staðinn fyrir kongur A1 sko. Hér, já. Þú veist, og það vinnur ennþá, en þá kemur, þú veist, hrókur, eins og við sáum svipað á hana, kemur bara hrókur F6 og síðan bara skáka eftir F-línunni. Já. Og þú veist, og ég þarf eitthvað með að fara aftur í eitthvað svona skrýtna variant að þessu, sko. Þannig að, en ég síðan reikna maður bara hitt og sér að hann er yfir ekki tíma. Við leikum kongur A1, hrókur B8, A2, hrókur B7 og hrókur C1 og nú ertu tilbúin að
bjóða viðskipti á B-línunni Já. eða þá losa kónginn út og eftir kóngudreipur H3, hróka P-ið, þá var Adam ekkert betra en að gefa hrókinn fyrir P-ið og þá skiptir miklu máli að þú varst búin að skorða þetta. Ekki á tólun. Er þetta jafn? Ha? Nei. Ha? Athyglisvert. Nei. Það smá twist í hérna. Nei. Það er twist in the story. Sko, ég hugsaði hérna að þetta væri kannski jafntefli líka, sko. Er það að grínast? Við erum í beinni hérna og þetta. Gerðist þetta? Ég tjekka ekki á þessu. Það stafa svona? Já, ég leik A1 og það er jafntefli grunlega. Er það að grínast? Þú ert að skáka G-inu fyrst. Og hver er munurinn? Það skilur engin skák. Það skilur engin skák. Nei, af því það munur einu tempói. Vá. Já, kæra áhorfendur. Ertu að grínast? Þetta er ennþá jafntefli. Kóngur G5 með tefleikurinn. Þannig að leika H4, dró. Af hverju H4 jafntefli? Já, sko líta þess að þetta, H4. Hvað er í gangi? Þetta er gerð, það er allir hérna að frétta á þessu núna. Ég held að einhverja Við erum ekki svona góð leikara. Ég held að einhverja það er bara að segja mér það. Ég bara, það var ekki mál að taka eftir þessu. Ok, sem kóngur C3. Ok. Kóngur C3 tala við að taka H5. Já. Sem kóngur eitthvað. Kóngur D4. Já, kóngur D4. Kóngur finnur 5. Einu leikur. Já, munar sko að vera G5 með F5 út af shouldering with king. Ok, sem kóngur D5. Hann er 6. H6. Ég var að hugsa þetta sko. Þetta er fræga, þetta er frægt. Þetta er hérna. Já, kóngur F8. Já, ég hugsaði hvort hann gæti náði sko. Hann getur það. En ok, Vá. hrókur G1 fyrst, hver er munurinn? Já, við fyrir tilbaka í stöðuna sem sagt eftir Ég er í áfalli. Þetta er eitthvað grín sko. Og nú er kannski hinir bara sem hérna á hreinu, horfa á þetta. Já. Askuti! Það er bara Karlsson. Oh my god! Það Já. Ha? Vá. Ég er í sjokki sko. Þetta er svona eini vinnisleikurinn. Já. Ég er líka bara hvað Adam ekki gefa þetta bara. Já. Það er jættibli. Kóngur verður að fara eitthvað og þá hefur þess að eitt tempo hérna á. Þetta var ég að sjá þetta maður. Já, og þá verður að fara G3 og vinnur tempo. Já. Já, og þetta breytir öllu. Vá. Right. Vá. Þá er þess að einu tempo eftir með kónginn með það sem við erum að skoða. Já. Ég elskar skák. Þetta Ég er elskar skák. Já, shit maður. Það sem gerðist var, Hrókur dreipur A1 og Adam leikur þetta frekar fljótt, hann er tæpar á tíma hérna. Kóngur G5 Já. sem að tapar á tempónu sem að kóngur F5 fekk áðan. Þegar kóngurinn F5 hélt aftur á kóngun og nú kom Vigni bara með kónginn og það var svo fyndið. Þetta er svona að því við erum með Ívar Sólkunoff hérna, að hann er með í mörgum af góðu bókunum hans, að þá var hann sínur á svona endatöfl og hann talar svo í slettu önsku svona mutual understanding. Það sem báðir eru bara að klára að leika leikinn og þeir halda báðir að skáki fara á einn og leika bara leikjunum eins og sé að fara þannig. Svo bara eitthvað tvist þarna. Þau voru bara að leika eins og hann og ég er að tapa og þú, ég er að vinna. Þannig að það hugsa enginn neitt annað. Nei. Og svo bara kemur ljós að það var rangt sko. Þannig að þú bara, þú leikur hana og að því að kóngurinn kemst á F5 en hann getur ekki stoppað af eins og í hinnaburinn og þá bara er þetta unnið. Já, og það var sem sagt hér sem að Adam Ómarsson gafst upp og þar með var Vignir Vatnar Stefánsson orðinn Íslandsmeistari 2005. Við hefum getað séð framhaldið í skákinni eitthvað svona og Hérna væri staðan væri að hafa með kónginn og G7 þessar stuð og þá er þetta Akkurat. Af því að það er kannski skemmtilegt að sína að þú kannski setja það bara á. Já, við leikum bara engum leik. Ef kóngurinn og G7 þetta ég hugsa út í þetta er frægt að mér er sem ekki stórmestrar á klúður. Já, skák og þá fór F8. Já, og þetta er þetta. Heldur svona svæðinu sem að svarti kóngurinn kemst á, peðir að fara upp og svo heldur kóngurinn svona sínu svæði hérna. Shit, maður. Það er bara The show was directed by M. Night Shyamalan, one last twist. Þetta er líka bara að því þetta er bara eitthvað flip og coin hvort að leikja H4 og hvað að gera. Algjörlega sko. Wow. Já. Þannig að við værum núna bara í aukakefni ef í einhverjum alternative Ég þarf að jafna mig, ég er útsendingu hérna. Ég bara skil ekki neitt sko. Já, að máli koma fram að skömmu áður þegar staðan var ennþá jöfn, þá vorum við skipuleggjandi mótsins farnir að undirbúa aukakeppni sem átti að fara fram í gömlu kirkjunni hérna rétt hinum megin við götuna
4 manna keppni, það stemdi í það í rauninni. Það hefði verið algjörlega söguleg keppni. En þessi sigur hefði ekki komið fyrir það og... Viki var svo ánægður að vera búin að vinna og nú er hann full sko, hann mista þessu sko. Það var mest sko. Þetta er ótrúlegt. Af öðrum tíðindum í mótinu má nefna að aðrir titlar voru líka... Já, hefur kannski að renna yfir svona einhverja lokastöður. Þú mátt alveg fara að jafna þig sko, bara takk fyrir. Já, ég ætla að fá að jafna mig, já. Nýja tíðindi Er ekki sálfræðingur á íslensku skáksambandinu? Jóhanna Fosseti sálfræðingur menntið. En já, þetta var eitthvað sem við áttum ekki vona. Já, ótrúlegt. Og förum við yfir þetta, lokastaðan. Já, lokastaðan. Vignis er efstur Íslendinga með 7 vinninga. Jafn Ívan Sokolov að vinningum. Sokolov tapar á tiebreak þar sem hann tók 2 yfir. Já, þeir vinna mótið, en Vigni vinnur mótið í raun á stigum. Já. Og þar sem þetta er Íslandsmót þá var hann Íslandsmeistari með 7 vinninga. Næstir eru 4 keppendur með 6,5 vinning, Alexander Domelsuk, Hannes Lívar, Bragi Þorfinnsson, ásamt Ívan Sitko og þessir 3 Íslendingar hefðu komist í aukakeppni eða Vignir hefði gert jafntefli. Þeir verða að gera sér að góðu að vera hann næstir í röðinni. En gaman samt að sjá, Hannes er að hækka á stigum, Bragi líka, Sassa Dom, fín hækkun, bara margt jákvæmt í þessu móti. Já, bara flott framistæði á mörgum Íslendingunum. Næstir með 6 vinningar er Guðmundur Kjartansson og Hilmi Freyr og svo hópur skákmann með 5,5 vinning. Þar á meðal Jósef Ómarsson sem stóð sér frábærlega af hækkar 90-60. Já. Og ef við fyrir aðeins neðar á listan, einn af þeim sem er með 5,5 vinning er Íslandsmeistari 65 ára og eldri. Já, það er Ásgeir Örn Kárason sem átti bara príðilegt mót. Já, hann tók þetta 2 yfirsetur. Hann fekk 5,5 og 7. Bara flott. Það fekk 4,5 og 7 í teldurskákum. Einmitt. Og gaf ekki mikil færi á sér. Áskell nýgríndur heiðursfélagi skáksambandsins og óskum hann til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Af öðrum Íslandsmeisturum með það að frétta að Vignir er náttúrulega vinnur ungmennakeppnina líka. Reyndar, já, ekki bara Íslandsmeistari. Tvöfaldur. Já, 2 Íslandsmeistari. En Lenka Batasinko vinnur kvennakeppnina með 5 vinninga. Guðrún Fanný Brím hefði getað klóraði bakkann í lokaumferðinni með sigri gegn Birni Þorfinnssyni með svörtu. Það var erfitt verkefni sem tókst í miður ekki hjá henni. Þannig að Lenka er Íslandsmeistari kvenna og óskum henni til hamingju með það. Já. Já, ég held bara, við getum látið þessu loki hérna. Já. Þetta er búið að vera skemmtilegt. Virkilega skemmtilegt. Mikil vinna en rosalega gaman að vera hérna. Já. Og ég held að það verið hápunkturinn hafi verið bara að vera út í gær í kvöldsólinni og horfa sólulegið hérna. Algjörlega frábært. Að blönda sig. Og það er við hæfi að þakka heimamönnum fyrir svona góða móttökur. Við erum búin að upplifa mikla svona þægilega samvinnu við heimamenn og jákvæðin í samfélaginu og það er mikill skákáhugi að kvikna á Blönduósi á ný eftir smá pásu, ótt að segja það. Þannig að bjartir tímir framundan í Húnabyggð. Já, herru, er það ekki bara lokaorð? Við bara sjáumst á næsta móti hérna á Blönduósi, ég held það sé máli. Gerum það. Takk fyrir okkur.